Dapurlegur ómur hefur sótt á mig frá stað sem þó hefur glatast í hyldýpi horfinna minninga. Stræti, armnir út á seg. Ég hafði fram að því búið í hinum ymsu vesalu bælum, en á allt verið borin þaðan út vegna vanefndra greiðslna. Því enda ég í þessu hreysi sem var að hruni komið. Það sem Erik sann var fyrst á vegi mínum. Eftir að tónlistin hafði umlukið mig vikum saman, varð ég að fá hana beint í hæð. Að sjá hann spila hana með mínum eigin augum. Því óskaði ég eftir að sitja hjá hann meðan hann léki. Ég var að hugsa hvort þú geti kannski spila tónlistina sem ég heyrti spila svo oft áður. Hvað ertu að gera? Ég meina, ef ég kom að móka þig, ég meina, ef svo eitthvað byrst ég henni afsökunar en það er ekki ástæða til þess að láta svona. Erik útskýrði orðsendingu sinni að hann sé þjakaður undarlegum ótta tengdum tónlistinni. Og mætti ekki til þess hugsa að ég hefði heyrt hana. Hann óskaði þess kurteislega og ég flytti með hæð neðar svo ég þyrfti ekki að heyra tónlistinni. Hann bauðst mér að segja til þess að greiða þann auka kostnað sem af því hlytist. Ekki leiða löngu þar til ég hreinlega varð að heyra tónlistin aftur. Því ákvað ég að laumast upp tröppurnar og leggja við hlustir fyrir utan dyrnar hans. Erik, er þetta í lagi? Þarftu aðstoð? Orðsendingin sárbæmdi mig, í nafni mínar eigin forvitni, að bíða þess að hann tæki saman frásögn sína öllu undur og óskapna sem hafa ásótt hann.